sestur Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður. Það sem við ætluðum að ræða það að á morgun verður tekið fyrir í Hæstarétti þetta frægamál sem snýst það. Já, og það sem verður beinlínis úrskurðað hvernig verður farið með þessi gengislán sem eru núna talin ólögmæt, hvaða vexti þau munu bera og þetta getur verið mikill tímamótadómur fyrir bara framtíð lands og þjóðar. Þú skrifaði Sigurður á pressunum opið bréf til Hæstaréttar og þú ert að hvetja Hæstarétt til þess að komast að ákveðinni niðurstöðu. Já. Og hver hún? Já, í fyrsta lagi vildi ég nú að Hæstaréttur kæmist að þeirri niðurstöðu að samningarnir héldu eins og þeir voru, það er að segja vextirnir, að skuldarnir greiddu þá vexti sem var samið af gengistryggðu lánunum vegna þess að það voru fyrst og síðast þeir vextir sem þeir voru að sækjast eftir til þess að komast út úr vaxtaokrinu hér á Íslandi. Það væri óeðlilegt að fara að breyta því til verri vegar fyrir skuldarann. Nú, ég segi líka sko að Hæstiréttur má ekki komast að þeirri niðurstöðu að staðfesta beri dóm héraðsdóm sem sagði að það ætti að dæma þá vexti sem að Seðlabankinn ákveði. Þeir vextir voru í desember 2008 og janúar 2009 21%, lengi þar á undan 18% og 16%. Þannig að eftir þeim vöxtum voru íslenskir skuldarar ekki að sækjast og þessir vextir þeir fylgja verðbólgunni og á þeim tíma var óða verðbólga á Íslandi sem gerði það að verkum að verðtrygging af verðtryggð lán hafa hækkað svona 30% á 3 árum og það eitthvað sem að íslensk heimili þola illa. Og ef Hæstiréttur dæmir þessa vexti þá hann líka að segja það að það þýðir ekkert að fara í mál til þess að reyna frá hnekkt eða breytt verðtryggingaskilmálum verðtryggðra lána. Þá niðurstaðan bara þessi. Heimilin í landinu og hinn venjulegi skuldari, hann á að borga bankahrunið. Þú meinar að með þessu þá sko, það náttúrulega ljóst og eins og þú heldur fram að það voru þarna menn standa frammi fyrir stóri ákvörðum þegar allt hrynur. Hverju eiga þeir að vernda? Já, og þeir ákváðu að vernda fjármagnið með því að segja bara í yfirlýsingu ráðherrarnir allar innistæður í hinu fallega bankakerfi eru tryggðar án tillits til fjárhæðar. Það ekkert hugað því að til dæmis þegar verðbólgan rýkur upp úr öllu valdi að færa verðbólgustigið aftur, ég segi til þess að það fellur engin verðbólga á frá 1. janúar 2008 vegna því allt hrunið með við erum að ná tökum á þessu málum. Það bara hugsað eigendur fjármagnsins en ekkert hugað að hagsmunum heimilin í landinu. Það að vísu sett á laggirnar nefnd haustið 2008 og svo nefnd kemst að þeirri niðurstöðu að vegna eignaréttar ákvæði stjórnarskrárinnar þá sé bara ekki hægt að hrófla við verðtryggingunni sem að ég held að sé rangt. Það var alveg hægt að hrófla við verðtryggingunni þá vegna þess að almannahagsmunir kölluðu á það að það reynt að koma á jafnvægi milli fjármagnseigenda og skuldara. Og svo tekum við hérna vinstri stjórn og hún gerir nákvæmlega það sama og hægri stjórnin sem voru undan. Já, ég sjálfs að það sem hefur verið gert fyrir skuldarinn, almenna skuldara það að það hefur verið lagað lögin greiðslujöfnun fasteignalána þannig að frá desember 2009 að þá fer ákveðin 100 af hverri afborgun á biðreikning þar sem hann bara býður eftir því og borgir hann sko. Fjölskyldurnar á heimilin í landinu, þau ekki að fá neitt afslátt af einu eða neinu. Þau bara bera allt tjónið og þau bera líka þannig að öll þjónusta hækkar í verði, skattar eru hækkar þannig að það bara þessi 100.000 heimili í landinu sem í sjálfu sér að bera uppi tjónið af hruninu. Já.
En þú segir að það hafi í raunum verið sko forsendubrestur þarna alveg frá því fyrir löngu síðan þegar það er eitthvað í gildi hérna sem heitir verðbólgumarkmið og maður náttúrulega horfir á það var náttúrulega bara einhver brandari. Já, sko, það eru sett ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks setur þjóðinni skýr verðbólgumarkmið í mars 2001. Þau verðbólgumarkmið eru ennþá í gildi samkvæmt heimasíðu Seðlabankans og auðvitað erum við farin að nálgast þau núna. Það er að segja að verðbólga er komin kannski undir tveggjastafa tölu og það er mjög gott en sko það er auðvitað forsendubrestur þegar að stjórnvöld missa algjörlega tökin á verðbólgunni eins og gerist á árinu 2007 og 2008. Þegar hún er sko, og það segir á heimasíðu Seðlabankans að árinu 2007 til 2008 þá hafði verðbólga aldrei mæst hærri frá árinu 1990. Já, og svo annars og nefnir það að bankarnir kunna hafa veðjað gegn genginu. Já, það segir nú bara í rannsóknarskýrslu Alþingis að þeir hafi gert það og þar með haft áhrif á verðtrygginguna. Nú þessir háu stýrivexti Seðlabankans, þeir höfðu líka áhrif á verðtrygginguna, þetta vegur allt inn í. Og svo er bara grunnur verðtryggingarinn á árinu 2007 og 2008, neyslumunstrið 2003, 2004, 2005, sem er allt annað heldur en á árinu 2007 og 2008. En þannig að þú segir, þú telur þá að Hæstiréttur verði að bregðast við með því að breyta einhvern veginn. Já, hann verður að kveða úr það hvaða vextir er að gilda og telur þá að þetta myndi líka vera fordæmisgefandi varðandi sko, verðtryggðulánin. Já, ég held að það myndi allavega hjálpa manni í þeirri sókn að það væri hægt að fá leiðréttingu á verðtryggðulánunum ef að Hæstiréttur kemst til dæmis að raunu það að það eigi ekki að vera þessir íslensku okurvextir á lánunum eftir að gengistryggingin hefur fallið brott og Hæstiréttur getur sko vegna 37. grein samningalagana dæmt það sem er sanngjarnt. Já. Og það kann að vera það sé ekkert ósanngjarnt að vextir þar sem að gengistrygging fellur brott, að vextir á slíkum lánum taki mið að verðbólgumarkmiðum, yfirlýstum verðbólgumarkmiðunum plús þá umsömdu vexti. Ég meina það er ekkert óeðlilegt og ósanngjarnt við það. Já. Og það auðvitað gæti rétturinn. En rétturinn í mínum huga getur alls ekki dæmt vexti Seðlabankans eins og viðskiptaráðherra, fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn lögðu til að gera. Sko, það gengur ekki upp. Og þú telur að dómur héraðsdóms sé rangur? Já, hann er rangur. Að mínu viti. En þetta er svona að það veri hægt að setja verðbólgumarkmiði plús... Já, plús þessi vexti sem var samið. Það getur ekki verið ósanngjarnt. Nei. Af því að sko fjármálafyrirtækin sem aldrei hafa talað sanngirni fyrir en eftir dóma Hæstaréttar 16. júní, þau vilja sanngjarnalaust og sú sanngjarnalaust felst ekki í því að þeir fái hæstu mögulegu vexti sem hafi verið boð á Íslandi. En er þetta ekki eitthvað sem mun þá ríða kerfin á fullu eins og menn hafa talað um? Það var nú sagt eftir gengistryggingadómana, bankarnir lýstu því yfir að það myndi ekki hafa áhrif og þau myndi standast það. Það hefur hvergi komið fram neinn greining á því við hvaða verði lánasöfnin gömlu, eða lánasöfnin voru færð frá föllnubönkunum yfir til nýju bankana og ég hef hvergi sett þær tölur. Eini bankin sem ég hef séð að hefur fjallað eitthvað það er Íslandsbanki sem segist að hafa tekið við lánasöfnunum á deep discount eins og það heitir í hans skýringum við ársreikningin 2009. Þetta auðvitað skiptir allt máli, það er að segja, hversu virði er þessi lán inn í bönkunum í dag, hversu virði eru í efnahag þeirra. Það hefur engin svarað því. Já, þannig að það gæti verið eitthvað svigrúm þarna. Það er alveg örugglega mikið svigrúm inn í bankakerfinu eins og þeir í dag til þess að leysa þennan lánavanda heimilanna sem er ekki, sá lánavandi mun ekki ríða bankakerfinu að fullu. Auðvitað getur að fara illa með íbúðalánasjóð sem er nú þegar í vanda, en þá verða menn líka að horfa það sko, hvað gerist ef að íbúðalánasjóður eignast allar þær íbúður sem er að ganga að í dag? Það er ennþá ekki að fá neina peninga, ekki er hann að leigja það og ekki eru kaupendur. Þannig að það hlýtur að vera betra fyrir alla aðeila að hafa einhverja peninga hér í gangi. Við erum hugsanlega að horfa fram á gjaldþrotahrinu hérna í haust og
og hrinu nauðungaruppboð og Já, hvað. það er búið að fresta þessu núna innan því 2 ár nauðungaruppboð, nú eru þau að hrynja yfir og ég get ekki ímyndið mér að það hafi nokkuð bætt úr fjárhag fólks að vera með þetta í fresti. Nei, en það eitt grunnur að þessu hjá þér svo að það hafi átt sér þarna til eignatilfærsla sem var óréttlátt. Já, og það nú segir það er nú oft gaman að lesa heimasíðu Seðlabankans sem að þegar hann að fjalla verðbólgu þá segir hann að verðbólga sé nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir óeðlilega eignatilfærslu, það er að segja frá sparifjáreigendum til braskara, en það hlýtur þá að vera alveg omvendt líka þegar verðbólgan að éta upp eigur einstaklinga kannski eina eigið fyrir þeirra eins og í húsnæði hjá flestu öllum Íslendingum, þá hlýtur það líka vera ósanngjörn verðbólga sem gerir þá líka ósanngjörn alveg eins og verðbólga eða samfélag án verðbólgu þar sem að spariféð étuð upp eins og var hér á árunum 1960 til 1970 og hvað þegar verðtrygging var tekin upp hér á Íslandi. En það er náttúrulega mikilvægt að samfélagið hafi líka og borgararnir hafi tilfinningu fyrir því að það sé réttlæti. Já, það sem þetta grundvallaratriði, það hefur ekki, fólkinu í landinu hefur kannski ekki fundist vera til staðar réttlæti gagnvart því frá því bankakerfið hrundi. Það er að segja, það hefur verið keyrt á almenna skuldar alveg miskunnarlaust. Fjármögnunarlegu fyrirtækin gerðu það og bankarnir hafa gert það þegar vísu verið með svona einhverjar tilhliðranir, þú getur farið 110% leið eða einhverjum svona leiðir, en fólk hefur bara aldrei séð að það borgaði sig fyrir það að vera að eyða peningunum sem í þetta, en það væri í raun ekki að eignast eitt eða neitt. Nei. En hefur þú trú á því að Hæstiréttur farið að þessum tilmælum þínum? Já, ég er ekki vonað að fara að mínu tilmæli, ég veit það að sá lögmaður sem rekur þetta mál fyrir viðskiptavin lýsingar, hann heldur þessum sjónarmiðum stíft frammi og ég er að vona það að Hæstiréttur kannski stilli nú til friðar í samfélaginu og komi með dóm sem að muni róa öldurnar. Já, þakka þér fyrir komuna Sigurður, við ætlum að fá til okkar Jón Baldvin Hannibalsson hérna rétt á eftir.